Góðan daginn, það komið nýr dagur, þetta blogg númer 4, minni mig. Góðan daginn, ástæðan fyrir ég ekkert alveg hátt eða annað sofandi. Anita að vinna, strákarnir komin í leikskólan, þannig að ég bara heima. Listaverkið, eins og ég sýndi ykkur, það komið upp á vegg, kemur ótrúlega vel út, mjög ánægður með þetta. Það sem ég að gera núna að ég að bíða eftir kaffibollanum mínum, tekaffibollanum mínum. Þess að það te hérna, með kaffibræði, og nú að bíða eftir heitu vatni. Ég að hlusta á podcast, hérna þarf alltaf að vera grín. Og hérna, það sem ég að gera núna stíginn hjá okkur. Ég að byrja að mála hérna endana hvíta og svo þegar ég búinn að því, leyfum við svo að þorna, þá planið að setja þessa lista, þessa gummilista, þessa gummi, þetta svona plastlistar, þá planið sko að setja þá svona, þannig að felur, eins og við sjáum pínu lítið sem sést í timburliti, þannig að ég basically bara að mála það, þannig að það sé hvítt, þannig að þá verður þetta svona. Staðan verður svona, þá verður þetta svona. Þetta getur verið mjög töff. Þetta það sem ég að fara að gera í dag. Já, svo veit ég ekkert. Anita, hún auðvitað fór að vinna. Hún núna eitthvað að vesenast í svona, augum, verið að laga augnhár. Eitthvað svona háravesen á henni. Svo þegar hún búin því, þá kemur hún heim. Svo hún að fara að gera eitthvað annað og ég fer hana í strákana í þessu yndislega fagra, flotta sumar, vetrarveðri. Get nú alveg sagt það að nú ekkert besta og fallegasta veður sem við höfum, en mjög gott miðað við það að það bara janúar. En ég ætla að halda áfram að mála og ég sýni hvernig þetta búið. Já, herra, það var fyrsta umferð búin á þessu öllu. Ég er búinn að mála allan stigan, kantana á blær. Ég held að ég fari bara aðra umferð á morgun og það styttst í að strákarnir komi heim, búin í leikskólanum, þannig ég nenni ekki að hafa þetta allt blautt og eitthvað svona vesen, þannig að ég ætla bara að hafa kósí restina af deginum og svona. Já, ég held að þetta verði nú ekkert eitthvað gífurlega spennandi dagur fyrir ykkur, en ég ætla að halda áfram að upplóta og þeir sem alltaf að kommenta, þú veist, fyrst og önnur og þriðja og svona, mér finnst alltaf gaman að sjá það og bara takka þesslega fyrir það. Já, það spurning hvað maður á að gera af sér. En eins og það, þá ég basically að reyna að sýna ykkur bara það sem ég að gera svona í mínu fæðingarorlofi og svona lífi hjá mér og minni fjölskyldu. Og já, það svona, svo þetta líka bara ótrúlega gaman að eiga minningarnar af þessu öllu. Planið á næstu dögum að reyna að koma mér aftur í ræktina, koma mér aftur í betra form. Ég fór á vigtina daginn, það var í gær eða fyrradag, ég man ekki hvað það var. Og já, þetta nýtt þyngdarmet hjá mér. Anita verður fyrir sjokk þegar ég segi henni töluna, en ég ætla að búa til einhvern leik, að búa til eitthvað svona skemmtilegt bak við þetta, að reyna að koma mér í gott form á meðan ég að græja húsið og hugsa dóttur mína og börnin og allt það. Ef þið með einhverja hugmyndir hvernig ég get útfært það, eða hvort að þið viljið vera með, eða hvort að ég bara gera þetta sjálfur, ég veit það ekki. Já, ég ætla að koma mér í ræktina aftur, mér langar, ég með kort í vörklass. Ég að pæli að losa mig við það og fara í Hress í Hafnarfirði. Ég var þar þegar ég og Anita fórum í keppni, hvor myndi léttast á 12 vikum minni mig. Anita vann út að hún tók Extreme þarna seinustu vikuna, en burt sér frá því, en já, þá vorum við í Hress í Hafnarfirði og ég ótrúlega ánægður með þann stað og þetta svona lítill krútlegur staður
og bara, já, ég er eiginlega bara in love og mér langar að vera þar aftur. Þannig að ef þú ert íhugaður að kaupa þér kort í World-class, langar að fara í svona samning, borgar einhvern x pening á mánuði, þá endilega láttu mig vita. Þú mátt taka við kortinu mínu. Þú bara nafnabreytum við og ég get borgan kostnaðinn við það. Þú tekur þá bara við samningum. Já. Þetta er ekki kaffið mitt, þetta er tekaffið mitt. Anita er að fara að koma. Anna litla er sofandi, þannig að við bara sjáumst það eftir. Og svona þá er klukkan orðin 4, búin að ná í strákana. Anna litla er að æfa sig á teppinu. Anita er farin í eitthvað svona fitu, eitthvað bla bla bla, ég veit ekki hvað hún er að gera. En Anna litla er byrjuð að horfa á Korpasveitina greinilega. Hún hefur gaman að því, eins og Baltasar og Benjamin. Ekki ég er eiginlega komið nettlið á þessu, en þetta er skárra en Teletubbies. Já, en já, nú ætlum ég bara að halda áfram að leika við strákana og krakkana og... Ha, og ég að fara frá? Þetta er alltaf heimsótt og litla. Já, ætli það ekki. Hvaða hljóð er þetta? Þessi hérna er dolfallinn yfir Korpasveitinni. Hvernig er góð að nótt á uglum á? Held ég. Jæja, þá komum við að þessu. Þá að raka hausinn á Önnu litlu. Komum við að þessu litlu stelpa. Já. Benjamin er í frekar leiðilegu skapi. Hann fór upp á stól sem var hjá píanóinu. Var búinn að klifra upp á stólinn og stóð ofan á píanóinu. Og við auðvitað sögðum að þetta var ekki í boði og pínlítið skömmuðum hann. Nei, hann fór bara í fílu. Þannig að Benjamin, þú ert fílupokki. Þannig að þú sér þetta, þú ert nógu fullorðinn. En Anita er að fara að raka Önnu litlu. Hún er að fara að raka Önnu litlu hérna. Og já, þannig að Anna litla verður snúðuð. Já, það verður skrítið. Nei. Hvað segirðu, Benjamin? Lítið pabbi. Já. Lítið pabbi. Herðu, þá erum við búin að raka hérna Önnu litlu. Og hérna er hárin á Önnu litlu. Við höfum gert þetta við alla strákana okkar. Eða öll börnin okkar. Má ég komast út? Nei. Nei. Ok, þá verð ég bara hér. Hérna, já, við gerum þetta við báða strákana okkar líka. Og hérna, þetta er aðalega bara til að losna við skallaballettina og sem sagt, svona, það verður þykkari hárvöxtur, jafnari. Pabbi. Já. Þetta er pabbi. Hvað segirðu? Þetta er pabbi. Já. Hefur að koma fram? Nei, herru, slökktur bara ljósinn? Já. Herru, við fengum í jólagjöf svona djúpstekingarpott eða eitthvað svona dót. Og nú er ég í fyrsta sinn að nota þetta og ég veit ekki raskat hvað bæklingurinn er, leiðbeiningarnar, hef ekki hugmynd. Það er eitthvað fór með jólapappísruslinu. En við settum, ég setti svona frosna franskar. Bara svona þessa típisku, bara sem lítur svona út. Ofan í þetta hérna, setti smá olíu og þetta er sem sagt svona steikingarpottar olía. Og svo eru leiðbeiningar hérna, sem sagt korter 20 mínútur, 200 stiga hiti.
Þannig ég setti í 200 og tíman hér. Svo kemur bara ljós hvernig þessar franskar eru og hvort þetta sé eitthvað sniðugt. En já, Anita er að ryksuga, strákarnir eru upp að leika sér, Anna litla er á teppinu sínu og við erum auðvitað búin að snúða hana og hún er svona hún var ekkert slána með þetta, við getum orðað það svona. En sjáðu hana. En já, það er voða lítið að fara að gerast í dag. Við ætlum bara að gefa strákunum eitthvað að borða og gefa okkur að borða og prófa þetta. Það er alveg komin mjög svona frönsku lykt. Anita, finndu frönsku lyktina? Góðu. Það er alveg komin svona fröllufnikur. Finndu lyktina? Finnurðu frönsku lyktina? Þetta lofar, allavega meðan við lyktina, þá lofar þetta mjög góður. Og ef ég er að fara í átak og á djúpstykkingapott þá lítur þetta ekkert rosalega vel út. En spurning hvað strákarnir eru að gera, tjekka það. Sýnist Benjamin vera að leika sig á trommusettinu sem afi hans gaf honum í jólagjöf. Benjamin. Hæ? Ert þú bara mikill töffari eða? Baltasar? Wow. Já. Það hefur voða lítið gerst í baðherbergismálum. Við erum auðvitað búin að finna 2 flísar sem okkur langar að setja. Ég man ekki hvort ég okkur að sýna ykkur þar. Báðar eru frá Birgisson. Það er ein ljós sem við ætlum að setja á veggina. Og svo er dökk flís sem er á gólfi. Sjáu þetta. Það er gaman hans. Já, þá fer þessi hérna flís, hún fer á gólfið og þessi hérna fer á veggina. Og þetta áttur að lúka hrikalega vel og ég er mjög spenntur. En nú er bara að vona að fæðingarorlof kikki inn hérna og maður fái almennilegan pening til að geta keypt þessar flísar. Svo er ég auðvitað að fara út núna eftir 2 eða 3 mánuði. Þá er ég að fara út og er að fara að setja implant í tönnina hérna, eða í gatið, sem já, þá eru basically bara borað upp í bein, settur tappi, skrúa, svo þarf þetta bara alltaf að gróa og svo eftir 4 mánuði eftir að það er búið, þá má ég fara aftur út og þá er komið tönn sem er geðveikt og ég er mjög spenntur yfir því. Og ég er rosalega feginn að þetta sé að vera búið, það er ekki mikið. Það er alveg á þessu ári fæ ég tönn. Það er alveg 4, 5, 6, þetta eru 6 mánuðir, 7 mánuðir í að þetta verði allt búið, held ég. Nema ég hafi farið með ránt mál, það er spurning. En ég ætla að fara að klára að byrja að elda. Það byrjaði að elda matinn fyrir strákana. Ert þú að fara í skóla? Já. Baltasar er komið niður og Benjamin er á leiðinni niður líka. En já, ég man ekki hvort ég var búinn að sýna ykkur, en ég er búinn að mála kantana. Allavega eina umferð, það gæti verið að ég þurfa að fara aðra umferð. Svo setjum við hornið á, vonandi á morgun, kemur ljós. Og hérna, já, það var allavega verkefnunum að minnka. Það er það sem ég vill. Og já, ég átti ekkert von á því að ég myndi fá mikið frí í þessu fæðingarorlofi, þessu seinasta fæðingarorlofi. En já, ég ætla að hætta að babla og það bara elda. Það líta bara fjandi vel út, sko. Bara eins og venjulega franskar. Ég setti 1,5 skeið af þessari olíu
ofan í hennar pott og þær eru bara, þær eru fínar sko. Þetta eru auðvitað aldrei nákvæmlega eins og djúpsteikt sko, en allavega hlýtur að vera einhverjar aðrar leiðir og pælingar sem maður á að gera þetta. Kannski sett ég mikið af frönskum með tíma og eitthvað, ég veit ekki. En allavega, þetta lúkar vel. Við erum að gera kjúklingaborgara líka. Setjum þetta ost á það og svo bara fengið okkur að borða og strákarnir fara snemma að sofa. Og já, nú verður bara kósí. Klukkan er dett í 7:30. Anita, strákarnir eru upp í sturtu. Anna litla, hún er búin að fara í sturtu og við erum búin að klæða hana og hún er bara svona tilbúin í að fara að leggja sig bara líka. Já, á eftir að ganga frá þetta matinn. Ég var auðvitað með kort í vörglas. Ég er búinn, held ég, að redda öðrum einstakling sem ætlar að taka við kortinu, þannig að ég þarf að vesenast í því á morgun að nafnabreyta kortinu, þannig að þessi stelpa sem ætlar að taka við kortinu, hún fái þá kortið mitt í vörglas og mánaðarlegu upphæð sem ég hef verið að borga. Sem er bara, hún græðir á því, skilurðu. Ég er auðvitað búin að vera í vörglas eiginlega bara síðan að ég byrjaði að nenna að hreyfa mig og svo einhvern veginn þegar ég eignaðist börnin mín og þá nennti ég ekki að hreyfa mig og en ég ætla sem sagt að vesenast í þessu á morgun, fara inn í vörglas Laugar. Planið er að reyna að ná bílnum, við erum auðvitað með 1 bíl, ég og Anita. Planið er að reyna að ná honum og græja þetta. Ég ætla líka niður í Hress í Hafnarfirði, sem er líka stöð hér í Hafnarfirði, og ég ætla að kaupa mér annarkort 5 mánaða kort eða áskort þar. Ég var þar, ég og Anita voru þar þegar við fórum hann í 12 vikna áskorun, ég man ekki hvort ég var búin að segja ykkur þetta. En og ég fílaði hennar stað í botn. Það er bara ótrúlega gaman, ótrúlega góð stemming, ég má taka upp hana, það er kostur. Það er líka ástæðan verið svona aðalega með langar hætti í vörglas er að ég má ekki taka upp. Og líka bara mórallin er góður og já, þetta er svona lítil krútleg stöð. Og já, þetta er ekki svona stórt apparat sko. En já, Ronja er alveg að fara að sofa, hún er búin að sofa í allan dag. Já, þannig að ég er að pæla í að enda þetta bara núna. Bara takk aðeinslega fyrir áhorfið, Mundu, þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt. Njótu lífsins, sjáumst á morgun, takk fyrir mig, bye bye. Já, ef þú ert að fylgjast með, alltaf, og ert ekki búin að íta á subscribe, takkan sem er einhvers staðar niðri, hann er svo rauður og stendur subscribe á honum. Hvet ég þig eindregið í íta á subscribe. Ef þú hefur áhuga á því að fá notification alltaf því ég upplóta, þá færðu skilaboðin strax til þín að ég er búin að upplóta, þá ítur á bjölluna. En ef þú hefur ekki áhuga á því að fá notification, þá máttu samt íta á subscribe og þá færðu ekki notification, en ert að styðja mig og sína mér í tölum að þið hafið áhuga að fylgjast með. Þannig að endilega ítið á subscribe. Ef þú vilt notification, ítur á bjölluna líka. En já, ég ætla bara að enda þetta núna, sjáumst á morgun, njótu lífsins, þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt. Njótu lífsins, sjáumst á morgun, bye bye.